Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófann eru komnir góðir gestir úr Mývatnssveit. Þeir Guðmundur Ágúst og Þorlákur Páll. Verið hjartanlega velkomnir. Takk. Takk fyrir. Þið eruð í karlakórnum Hreymi og eruð að fara að halda tónleika. Já. Passar það ekki? Ég vil kannski byrja að leiðrétta, ég er ekki úr Mývatnssveit. Nú! Ég bý ekki í Mývatnssveit, sko. Hvurslags, þetta er alveg... En ég er ættaður þaðan. Þú ert ættaður þaðan. Býrðu hérna á Akureyri? Nei, ég bý í Aðaldal. Aðaldalum, sko. Já, Aðaldalum, að sjálfsögðu. En Hreimur, karlakórinn Hreimur, hann er í Þingeyjarsýslu. Já. Og þið æfið hvar? Ídölum. Ídölum. Æfum Ídölum. 2 í viku? 2 í viku. Mánudögum og miðvikudögum. Það er svolítið metnaður. Er þetta ekki of mikið? Nei, ekki, við ætlum að vera svona góðir eins og. Nei. Einmitt. Og það stendur mikið til núna fyrir páska. Þið ætlaði að vera með stórt tónleika í Hörpu. Já. Segðu okkur aðeins frá. Sko, við erum alltaf með vorfagna á vorin. Já. Á Ídölum. Og þá höfum við fengið til okkar góða gesti. Að sunnan, svona frækt fólk. Söngvara. Söngvara. Og skemmtikrafta. Já. Og í fyrra fengum við með okkur Gissur Pál Gissurason og Margrét Eir. Já. Og svona skraflaðist það bara til á eftir að hefði verið gaman að kannski gera eitthvað meira. Já. Og við bara slóum til að endurtaka leikinn. Endurtaka leikinn og bara stefnum á Hörpuna. Með sömu einsöngvara. Með sömu einsöngvara. Og er ekki hljómsveit líka með? Jú. Við erum með 3 manna band. Við erum náttúrulega með bæði stjórnandi og undirleikara með okkur. Steinþór Þráinsson stjórnar okkur og Steinunn Halldórsdóttir er píanóleikari. Svo erum við með 3 manna band sem er skipað þeim Borgari Þórarinssyni sem spilar á gítar. Pétur Ingólfsson spilar á bassa og Gunnar Illugi Sigurðsson er á trommum. Er þetta heimamenn? Þetta eru heimamenn. Já. Hvað segið, ef ég spyr, sko, hvað gefur það ykkur að syngja í karlakór? Hverju myndir þú svara? Já. Hvað er það við karlakór? Það er nú, ég hef nú oft sagt að með flestan félagsskap, allavega sem ég tekið þátt í að þá er kannski sko, þá er félagsskapurinn kannski sko helmingurinn af þessu öllu. Já. Að hitta hina. Og maður kynnist náttúrulega mönnum héðan og þaðan úr Þingeyjarsýslum. Við komum náttúrulega úr bæði norður og suður sýslunni. Já, og sumir eru að keyra bara töluvert langt á æfingar. Já, þeir sem fara lengst, þeir koma úr Kelduhverfi og eru að keyra 75 km aðra leiðina. Það er slatti. Ég kem úr Mývatnssveit og það er nú bara tæpir 50 km heima frá mér og svo náttúrulega ferðirnar á æfingarna líka, það má ekki glemma þeim sko. Þá eru náttúrulega bæði landsmálin og einkamálin kröfin sko. Já, því þið sameinist auðvitað í bílana. Já. Jú. Við erum svo umhverfisvænir. Já. Og æfið þið svo í 2 tíma í senn, eða? Já, sumir hafa sagt að það sé skemmtilegast í parturinn, það sé ferðirnar á milli. Það sé ökuferðirnar, já. Já. Þannig þetta eru svona míní-saumaklúbar svolítið. Saumaklúbar, kjaftaklúbar. Já. Jú. Gett fyrir það. En það er bara maðurinn manns gaman. En hvað svo að syngja, standa upp á endan og syngja? Hvað gefur það ykkur? Já, það er náttúrulega... Þetta er svona svipað eins og þeir hestamenn segja þeir eru búin að vinna langan vinnudag og sko svona og orðnir dauðþreyttir. Já. Það er rosalega gott að fara bort í hesthús og fara á bak. Já. Endurnærist bara. Já, maður endurnærist, já. Já, ég er alveg sammála því að maður kemur kannski heim eða já, eftir vinnu og er þreyttur og hugsar það var alltaf ég nenni á æfingu í kvöld sko, en það er ekkert í boði sko. Maður hugsa bara, það er bara æfing og maður fer og svo þegar maður kemur heim aftur sko einhvern tímann á 12. tímanum þá er maður einhvern veginn bara allur nýr maður. Svolítið svona upplyftur og endurnærður, er það ekki? Já. Þetta nærir svona sálina, myndu ekki segja það? Jú, og maður einhvern veginn bara slaknar allur og svona, já. Hreimur var stofnaður 1975, las ég einhvers staðar, 43 ára í ár. Já. Er það hár aldur fyrir kór eða? Nei, Það eru til eldri kórar, já, er það ekki? já, og yngri líka. Einhverjir hafa orðið 100 ára jafnvel. Já. Jú. En haldið þið að Hreimur verði ekki 100 ára? Er þetta ekki þannig kór? Komið til að vera? Ég veit það ekki. En sko, Hreimur er náttúrulega stofnaður, það náttúrulega er að deyja, karlakóra, deyja náttúrulega kóra hérna í stórum stíl
rétt ára en hann er stofnaður, Já, sko. já, já. Kallakór Reykdala, Kallakór Mývetninga, Kallakórin Þrymur. Og svo verður hann til upp úr kannski þeim Svo verður leiðum. þetta svona, já. Það verður náttúrulega að vera til upp úr einhver kallakór, það er Já, já. leið. Það er alveg nöðsynlegt. Það er nöðsynlegt. Eru fleiri kallakórar á svæðinu? Nei, Ekki þarna, ekki fyrir bara hér inn í Eyjafirði, sko. Einmitt. Og svo náttúrulega Skagafirði. Og Skagafirði. Íslendingar eiga held ég líka með í þessu eins og svo mörgu öðru, sko. Hvað eru Já, margir já. kórar starfandi? Og svo verður náttúrulega komið að sennilega, svo er bestu kallakór landsins í Bólstaðli, er það ekki? Jú, er það? Er það ekki kallakór Íslands? Jú, hann var að vinna Hann var að náttúrulega kórakeppnina, það er Var rétt. það svona kórakeppnina? Já, heyrðu, tóku þið þátt? Nei, við við lögðum ja, ekki í. lögðum ekki í það að fara, Nei. þetta er Þetta er dálítið langt í burtu, sko. Já, þetta er stórt verkefni. En Dálítið stórt, já, dálítið stórt. kittlar það ef þessi þáttur verður gerður aftur að taka þátt þá? Það verður náttúrulega bara Kom í taka ljós. ákvörðun Já, það já. þá, sko. Já, Við þurfum náttúrulega þá að fara margar ferðir hugsanlega suður, því að við stefnum náttúrulega því að vinna ef við förum. já, og þetta er einhver útsláttakeppni Þetta er og útsláttakeppni. ekki nóg að mæta einu sinni. Nei, ekki. En tónleikarnir verða í Hörpu á laugardaginn fyrir Já, fyrir Pálmarsöndag? 24. 24. Já, Klukkan 4. klukkan 4. Og hvaða lög eru það að syngja? Já, Eru þið með það alveg? við erum að syngja bara alveg allan skalan. Já. Já, ég held það. Ég held að þetta Gömul, hefðbundin, kallakórslög Já. og baggalút og Brennið þið vittar á skráni? Nei, reyndar ekki. Nei. reyndar ekki Hvað brennið kom vittar. fyrir? Nei, það er kannski einhver önnur hefðbundin kallakórsleið, mitt eftir bara þetta í hug, sko. Já, já. Já, já, við syngjum undur falleg lög og bara Ballöður og Ballöður og kraftmikið popplög í og- bland. Já, og lög eftir Jón Múla og hérna Eyjalög nokkur og Já. nokkur eyjalög. Og Hvað- tónleikarnir, sem sagt, það er nú eyjalag. Ég veit þú kemur, Já. það er yfirskrift tónleikana. Og þið vitið að allir koma á svo já, tónleika. við veitum að þú kemur ekki. Ég mæti. Uppáhaldslagið þitt á efnisskráni, geturðu tekið... Uppáhaldslagið mitt? Já, geturðu tekið það út svona? Nei, ég ger ekki upp á myndi barnana minna. Áttu uppáhaldslag? Nei, kannski ekki beint, en það er reyndar svona, þegar þú nefnir þetta, þá eru tvö lög sem kom í huga minn. Það er bæði lagið sem við byrjum á, sem er úr Vesalingunum, hérna, ég man ekki núna hvað það Kórlagið heitir. úr Vesalingunum, það er magna. Hérna, ég man ekki hvað það heitir Syngdu núna. nýjan þjóðarsöng. Já, syngdu nýjan þjóðarsöng. Já, þið takið það. Og Það er Bjartar kraftmikið. vonir vakna, hérna, Sem er Eyjalag. Eyjalag. Það er svona, Svo erum við með valsasirpu, Já, sem að ég veit ekki nema að sé kannski eini kallakórul landsi sem hefur reynt að taka hana. ok. Hún er löng og mikil Krefjandi. og mjög krefjandi. já, Er þetta lög sem að við þekkjum ef við heyrum þið? Hún er kannski ekki beint þekkt en hún, einhverjir eru svona kunnuleg, svolítið. Já. Já. Heyrðu, ég segi bara kærar þakkir fyrir komuna og gangi ykkur vel á tónleikunum og bara áfram fyrir það. kallakórar. Takk fyrir. takk fyrir það. Og þannig ljúkum við föstudagstættinum í dag. Kærar þakkir fyrir að horfa og sjáumst að viku liðinni.